Komið blessuð og sæl og verið velkomin með okkur hér í Hvíta Máva. Gesturinn í dag, hann menntaður í heimspeki og siðfræði. Þetta óskaplega snúið og ég bara hef hjartslátt yfir því að fara að tala við manninn um þessi mál, en hann heitir Sigurður Kristinsson, kennari við Háskólann á Akureyri. Ég ætla að reyna að komast í gegnum þetta. Sigurður, velkomin. Takk fyrir. Ég sagði hérna í inngangi, ég ætla að reyna að komast í gegnum þetta. Heimspeki og siðfræði. Þetta snúið. Eða þetta eitthvað svona sem að almenningur ekki með í huga alla tíð. Nei, Sigurður Nordal sagði nú, svo maður byrjum að slá sig, hann sagði nú við værum allir heimspekingar, allt fólk. Já. Og ég held að sé mjög mikið til í því. Og börnin eru mestu heimspekingarnir oft á tíðum. Vegna þess að þú tala við ung börn og raun og veru talar við börnin, hlustar og spyr spurning og svona, þá sérðu að þau eru oft að velta fyrir sér hlutum sem að síðan þegar fullorðið fólk talar um það, þá er að kalla heimspeki. Já, þetta alveg svona, og oft svona grundvallar mál og atriði. Akkúrat. En allt þetta sem þú ert búin að læra í sambandi við þetta, heimspeki og siðfræði, hvar nýtist þetta? Þú ert kennari við Háskólann á Akureyri. Já. Ég myndi nú segja að þetta hefur nýst mér bara á fleiri vegu heldur en ég get nokkuð tímann einhvern veginn gert mig grein fyrir og hérna svona bara í lífinu. En í tengslum við störf að þá eins og lánsamar að vinna beinlínis við heimspekina. Og hérna, vinn við Háskólann á Akureyri og heiti núna prófessor í heimspeki og þá færðu hjartslátt yfir þessu mikla titli. Þá kom alveg. Prófessor í heimspeki? Prófessor í heimspeki, hvorki meira en minna. Já. Og en það nú kannski ekki alveg eins merkilegt þetta samt mjög merkilegt, ég ekki að segja það, en þetta ekki til þess að fá hjartslátt yfir. Nei. Og þetta bara eins og hvert annað starf, eins og ég segi, það svona gæfa að fá að vinna við það sem að eiginlega mér ekki bara áhugamál heldur raun og veru það sem að ég svolítið brenn fyrir og lagði fyrir mig og frá því ég féll fyrir heimspekina þegar ég var búinn að vera 1 ár í Háskóla Íslands og var þá búinn að vera að stúdera sagnfræði sem ég fannst skemmtileg og allt það, en fann nú að ég örugglega engin sagnfræðingur samt. Nú, þú lítur alveg út fyrir það að geta verið sagnfræðingur líka. Já, þeir líta alls konar út sagnfræðingur. En ég reyndar, það var, mér fannst alveg komið til greina, en þegar ég var að læra söguna þá var þarna eitt skyldunámskeið sem kallað fílan og sem náttúrulega stytting úr fílósófía eða heimspeki, átti allir að læra eitthvað pínu heimspeki. Og fyrir marga þá vildi henni bara hafa þetta með ypsiloni, af því að þetta var ekki vinsælasta greinin og drógust hérna. Þannig ég bjóst nú ekkert við miklu, en þegar ég fór í þetta, þá fann ég strax að þetta var það sem togaði miklu meira í mig, Þannig að þá var ég bara við lokin á þeim vetri alveg staðræðin í því að ætlaði prófa bara að taka einn vetur í heimspeki og gá hvernig það væri. Því að í menntaskóla hafði ég ekki fengið í raun og veru neina heimspeki. Þá var ég að læra mest stærðfræði og eðlisfræði. Ekki ég verkfræðingur eða eitthvað svona. Allavega, ég var allt annarri braut þar, Já, en hver stendurðu þá þegar þú varst í grunnskóla og áður ferðu upp í framhaldsskóla og háskóla? Hvað langaði að verða? Já, mér langaði að vera smiður. Ef maður fer alveg afturbak. Það var sem sagt. Það var örugglega fyrirmynd, það voru svona, í kringum mig, það var til þessi maður frænku minnar sem var smiður. Ég held ég hafi litið rosalega mikið upp til hans. Flott öll verkfærin og lyktin og smíðaverkstæðinu og kunni að gera margt. Svo var ég smíði í skólanum, fannst þetta alltaf skemmtilegt og þetta var það sem ég sá fyrir mér. Ég veit ekki hvað ég var gamall þegar þessi draumsýn fór, en það var einhvern tíma þegar ég var barn unglingur. En bara svona, tökum við smá beygju með smiðinn. Nýtir það í dag, þann áhuga? Smíðar í dag, dundaru? Gerur heima? Ég dunda heima, já, en ég náttúrulega, því ég fór út í heimspekina, þá vanrækti ég þetta rosalega, þannig ég mjög lélegur smiður. En ég hef gaman af að reyna að braska, reyna að gera hlutina sjálfur, og reyndar unglingsárunum, þá var ég í nokkur ár, vann með húsverði, sem hét Benjamin Halldórsson var húsverður í Menntaskólanum á Laugavatni. Og þeir sem hafa verið á Laugavatni og allavega í den, þeir þekkja þetta nafn.
Og það var mikið lærdómur. Ég var í 3 ár með honum í öllum, sko, það voru alls konar smíðar, viðgerðir, gera við lása og klósettkassa, mála. Ég málaði allar þessar skólabyggingar bæði og utan og innan. Já. Og þannig að allt sem ég gerði með honum, það er bara í puttunum á mér, sko, og nýtist mér mjög vel heima, sko. En ef það var samt eitthvað sem ég þurfti aldrei að gera með Benna, þá kann ég það ekki. Já, þú kannt bara Benna og búið. Já, nánast. Svo var ég reyndar í nokkur ár í smíðavinnu í Grindavík, ég vil nefna það líka, og lærið helling þar til viðbótar reyndar. Jú, það er reyndar rétt. Jú, þannig líklega, það er alveg eitt og annað sem ég... Já, en hvaðan ertu? Ég er frá Laugarvatni. Þú ert frá Laugarvatni? Já. Þeim merkastað? Þeim merkastað, já. Fæddur Reykjavík reyndar, sko. Og við fæddum 66 en árið 70 þá fluttum við þarna austur af því að pabbi hann var ráðinn skólameistari af Kristinn Kristmundsson í Menntaskólanum Laugarvatni. Og tók þar við af Jóhanni Hannesinni. Og hann var þar skólameistari í 32 ár. Þannig ég var þarna frá 4 ára aldri og þangað til ég lauk stúdentsprófi og þá fór ég til Reykjavík. Og þá væntanlega frá Laugarvatni? Já, fór ég gegnum alla skólana þar nema Húsmæðraskólann og Íþróttaskólann. Móðir þín? Rannveig Pálsdóttir heitir hún og hún er enn á lífi, pabbi lést fyrir nokkrum árum. Og hún er frá Stóru-Sandvík í Flóa, sem er 5 kílómetrum fyrir neðan Selfoss á leiðinni niður á Eyrarbakka. Og þar var ég og við systkinin öll sumur, sko. Og tengdist mjög mikið þeim stað og þeirri stór fjölskyldu sem það er. Þú ert flatlendingur eins og við köllum það. Mikill flatlendingur, já, flóafíbl. En varðandi heimspekina, sko áhuginn, þú segir að hann komið þarna í menntaskólanum og hugsaðir þú heimspeki, þetta er áhugavert, ég hef áhuga á þessu en get ég lifað á þessu? Ég hugsaði það, já, svolítið, sko, og það var líka bara meira þegar ég ákvað að prófa sagnfræðina, af því ég var svona báðum áttum, ég var mikið í raunvísindum og svona í menntaskóla, en svo hafði ég rosa gaman að hugvísindum og eiginlega öllu mögulegu. Og þá var ég mitt ákvað þetta bara, ég ætlaði að prófa sagnfræðina og þá fékk ég mjög misjöfn viðbrögð frá fullorðnum, sko. Sumir hristi bara hausinn, sko. Og ég fékk svona svolítið skilaboð það að þarna væri nú að skjóta sjálfum mig í fótinn saman við lifibrauðið. Ég ætti náttúrulega að vera læknir eða verkfræðingur eða eitthvað svona með góða tekjur. En ég man að pabbi heitinn, hann sagði sko bara, já, maður verður að ákveða að velja það sem maður er áhuga á. Annars, þú veist, er ekki til neins að tala um menntun. Menntun er til þess að mennta sjálfan sig í því sem maður vill gera. Pabbi skynsamur. Og hann var skynsamur, þannig að ég fór bara þarna og prófaði sagnfræðina. Og eins og ég sagði áðan, sko, þá síðan fleytti það mér yfir í heimspekina og þar fann ég þennan virkilega nesta. Fann ég kannski tengingu það sem ég hafði haft áhuga á í sambandi við stærðfræði og eðlisfræði líka, því að heimspekin tengist þessum hlutum líka. Þetta er svona alls konar kenningar og fræði hvernig öllu liggur, sko. Það var það sem einhvern veginn. Já, sko, í heimspekinni var hefur grunn það að þetta sé einmitt þannig að menn séu alltaf að kafa niður að grunni og geta svo ferið að byggja á því eitthvað svoleiðis. Það er svolítið svoleiðis, þannig að það er svona nörda element mjög stórt í þessu. Já, eru heimspekingar svona almennt nördar þá eða? Þeir eru það oft, já. Ef þú fer á heimspekiráðstefnu þá er það mikið samansafna nördum. Í svona ullartvítjökkum eða flauelsjökkum. Já, breytist gegnum tíðan, tískan kannski, já, en jú, það er svolítið þannig, sko. En svo er nú svo merkilegt við heimspekina því að það er ekkert óviðkomandi og ég fór yfir í siðfræði og svona félagslega heimspeki. Og þá er maður bara áður en við litið farin að skipta sér á alls konar hlutum sem eru bara hér og nú og mjög svona konkrétt og tengjast við stefnumörkun og ákvörðunum og stjórnun og öllu mögulegu. Ertu þá ekki komin líka bara svona almennt eins og maður myndi kalla inn í sko pólitík? Jú. Sko siðfræðin og stjórnmálaheimspekin eru svona skarast, sko, af því að stjórnmálaheimspekin þegar þú bara meira fann út í að spurja hvers vegna höfum við ríkisvald, hver er rökin fyrir því, hvers vegna ættum við að sætta okkur við það, að lúta lögum og reglu og eitthvað svona. Og af hverju eru ekki bara anarkistar, sem anarkismi er til, sem stefna, sko, sem hefur mikla trú á mannkyninu, við gætum alveg græða þetta án ríkisvaldsins. Þannig að það tengir stjórnmálunum þannig, sko, og ég hef líka stjórnað töluvert, sko, í Háskólanum á Akureyri var ég í mörg ár, deildar og síðan sviðsforseti og var í alls konar stjórnunar stappi, sko, og í alls konar stjórnum. Og mér finnst heimspeki nýtast mér vel í því. Bara hvað sem er? Já, mér finnst það.
En hvernig, sko, engin hörgull á nemendum inn í þetta, heimspeki eða siðfræði? Sko, við í Háskólanum á Akureyri erum við ekki með sko, nám til prófgráðu í heimspeki eða siðfræði. Þetta er tekið með? Nei, þannig að þú getur ekki farið þar og lagt það fyrir þig sem þitt meginefni í grunnnámi. Okkur dreymir svo sem að það verði kannski einn góðan veðurdag, sko. Heldur það sé áhuga því? Já, það er áhugi, en það þarf náttúrulega að vera ákveðið, sko, ákveðið margir til þess að þetta geti gengið, sko. Og núna er það er bara Háskóli Íslands sem að býður upp á þetta nám, heilt nám í heimspeki, sko. Og kannski verður það bara þannig, við erum náttúrulega ekki stór þjóð og eins og segir, sko, þá eru ekkert stórt hlutfall af hverjum árgangi sem að myndi taka þess ákvörðun að fara að leggja þetta fyrir sig. En þó hefur þetta gengið svolítið í bylgjum að þegar ég var í heimspeki HÍ þá vorum við held ég 8 sem byrjuðum. Sem sagt af þjóðinni sem ákvað að leggja þetta fyrir sig. Þannig að það er ekki stór hlutfall en nokkrum árum seinna þá einhvern veginn sprakk svolítið út. Þá var eftir að Páll Skúlason gaf út sína pælingabækur og var einhvern veginn það fók svona heimspeki bylgja af stað og allt í einu voru 40-50 sem þóttu rosa stórir hópar þá. Hvað verður fólk sem búið að læra þetta? Já, sko, það er nefnilega það, hvað verður allt mögulegt verður fólkið og ég segi stundum við einmitt ungfólk sem er að velta þessu fyrir sér endurtek ráð sem, eða svona heilræði sem ég fekk sem ungum maður og það var sko, ef þú ert að hugsa veltaði fyrir þér, sko, fæ ég nokkra atvinnu hugsaði það bara þannig, ok, ef að það er scenarióið sem það er að velta fyrir þér, atvinnuleysi hvort viltu vera atvinnulaus heimspekingur eða atvinnulaus verkfræðingur heldur að það er ekki innihaldsríkara líf að vera atvinnulaus heimspekingur en svona án gríns að þá held ég að atvinnuleysi meðal heimspekinga sé algjörlega óþekkt fyrirbæri veist, það er hægt að nýta heimspekina á svo mörgum vettvangi og á svo margan hátt að það er bara óþrjótandi möguleikar og ekkert bara hér heima, þú getur nýtt erlendis líka? Já. Gráða í heimspeki er alltaf virt og respekteru menn vita hvað það er. Já. En svo fer eftir kannski starfsvettvanginum hvort að menn þurfa að læra til verka eitthvað ákveðið, hvort að það þýðir, þú veist, að bæta við sig einhverju diplómu eða ári í mastersnámi eða bara læra það í tengslu við, þú veist, vinnustæðin, fyrirtæki, stofnun eða hvað sem það er, sko. Margir blanda saman, eru með heimspeki, taka kannski einhverja lögfræði eða stjórnsýslufræði, eitthvað svona með, allt þetta í hvað þú langar að gera með þetta, sko. Þannig að og það er það sem að kannski vinnuveitendur sækjast eftir í fólki með heimspeki bakgrunn og reyndar þetta á við margar svona húmanískar, svona hugvísindagreinar líka, er svona ákveðin sveigjanleiki og geta þora og geta beitt dómgrindin og hugsa sjálfstætt. Vera ekki fastur við eina aðferð því að þetta var það sem þér var kennt, svona á að líta á hlutina og hugsa þá og gera þá. Og ég er mjög góður í því, en ef það þarf að hugsa út fyrir boxið þá bara fer ég að stjálfa á beinunum. Þannig að ef þú ert búinn í heimspeki þá ertu búinn að vera að læra að hugsa og þjálfa þig að hugsa út fyrir boxið alla tíð. Og þetta er þannig, menn eru þjálfaðir í því að fara út fyrir boxið? Já, það er alltaf þannig. Þú átt að efast frá fyrsta degi. Þú ert aldrei að læra, þú veist, af því að þetta er satt af því að sko Aristóteles sagði það eitthvað svona, sko. Þetta er alltaf sko, þetta er heimspekin svona samræða sem byrjaði fyrir þúsundum ára og það hafa margir tekið þátt í henni, en þegar þú tekur þátt í henni þá ert þú að hlusta á aðra og leggja eitthvað að mörkum, spyrja spurninga og spyrja getur þetta verið rétt, spyrjum rök, leggja fram þín eigin rök, þín eigin hugmyndir í pókið, skilur. Og sem byrjandi í heimspeki, þá náttúrulega hefur kannski ekkert ægilega mikið fram að færa endilega, en samt alltaf eitthvað og þjálfunin er svo að byrja strax á þessu. Þetta er að þjálfa hugsunina. Hún þarf að vaxa gríðarlega mikið. Hún þarf að vaxa mikið og þetta eflir bæði færni að hugsa og bara sjálfstrausti. Og hvernig en þarf maður ekki að sjá þetta einhvern veginn svona fyrir sér? Er þetta ekki svona einhvern veginn stærðfræðilegt líka? Geta sótt eða... Jú, það er mikið til í því vegna þess, og það er svona sem kemur, allavega það er mín reynsla, bara með tímanum, með árunum, að þegar þú ert síðan að komin inn í heimspekina, alltaf með þessu hugafari að þú ert með gagnrýnið og spyrjandi og leitandi hugafar, smá saman öðlastu mikið fróðleik. Þegar þú vilt vita hvað það var sem Aristóteles sagði til málunum, þá lestu alveg öll bindin og allt þetta, þannig að auðvitað veist þetta allt og svo veistu hitt og annað og smá saman verður til þín stóra mynd af hlutunum sem þú tengir sem Hvað lestu þá út úr Facebook? Facebook, já. Sko, Facebook er náttúrulega enda mjög merkilegt fyrirbæri, sko, og hefur breytt heiminum náttúrulega mjög mikið.
og Facebook náttúrulega bara rammi hvað það sem fólk vil tala eða hugsa og hann bara það sem við búum til úr því og en ramminn beinir okkur nú kannski ekkert alltaf í mjög hann vill beina okkur í það að fá alltaf nýtt fylgjast með feedinu, svo koma auglýsingarnar inn og þetta verður kannski meiri svona afþreying. En eins og ég segi, svo líka Facebook vettvangur, þú veist, fyrir fólk að hafa skoðanaskipti og skiptast á upplýsingum. Mjög merkileg oft, skoðanaskipti. Þau ekkert alltaf mjög merkileg. Sigurður, snúum okkur öðru. Já. Siðfræði. Já. Ef ég ætti að fara að hlusta á einhvern tala siðfræði í sjónvarpsviðtali eða útvarpsviðtali, ég segi, en, komdu með þetta. Sko, siðfræðin þá, hefur þróast innan heimspekinnar en reyndar víðar líka, sko. Og það kannski ágætt að byrja á að spyrja sig, hvað fjallar siðfræðin? Og ég segi, hún fjallar það sem heitir siðferði. Þannig að greinarmunur siðfræði og siðferði sem að eiginlega kannski auðveldast að skilja með svona samlíkingu við greinarmuninn á málfræði og tungumál. Þetta þannig að þessi spurning sem ég ætlaði að leggja fyrir þið með siðfræði og siðferði, að hún ekkert alveg út í bláinn. Sko hún bara mjög góð, hún mín spurning allavega líka, þannig að við erum jafn vitlausir. Og þannig að tungumálið eins og siðferðið eitthvað sem að við erum að læra á og braska með og nýta okkur alveg bara jafnóðum og við vöxum úr grasi og allt þetta. Getum verið misflinki að nota og það getur heppnast vel og það getur heppnast illa og við getum lagt rækt við það. Og það hvernig tekst til hefur með að gera í raun og veru svona ekki bara minn hag heldur bara svona þennan þessi almannagæði, hag samfélagsins, þú veist, hversu gott verður samfélag okkar og hvað hefst út úr því. Já. Og þannig að það mörg líkindi með tungumálinu og siðferðinu og síðan með siðfræðina og málfræðina, þá erum við svona að setja okkur í nýja stellingar og kannski spyrja hvað þetta? Þetta allstaðar eins, hvaða lögmálum lítur þetta, hvernig beitum við svo kannski mismunandi hátt eftir aðstæðum, hvernig tengist þetta svona skapgerð og venju og fyrirmyndum og slíkt, einhver svona prinsip sem eru ófrávíkjanleg og algild í þessum efnum og hvernig vegum við og metum og notum dómgreindin í því hvað rétt að gera eða segja eða hvernig ættum við að beita athöfnum okkar eða tungumálinu við ólíkar aðstæður. Þannig að málfræðin og siðfræðin fjalla svona spurningar. Miðað við þetta mann í hug, þá ekki sérstök siðfræði fyrir hvert land sem slíkt? Já, það þessi kenning sem þú varst að setja fram, heimspekingur, heitir oft kölluð menningaleg afstæðishyggja. Sem eiginlega menningaleg afstæðishyggja. Sem sagt að siðferðið, ef þú að reyna að svara því hvað rétt hvað rangt eða hvað svona eftirsóknarvert og gott og líf og eitthvað svona, að þá getur aldrei byrjað að svara því fyrr en þú ákveður upphafspunktinn. Það bara út frá menningu míns lands, eða út frá siðum og venjum og hefðum og svona á menningu á Íslandi skulum við segja, þá þykir þetta að vera rétt og þannig það rétt hér. Já. Það afstæðishyggja. Ég held að þetta sé mjög mikil einföldun á hlutunum. Það sé einföldun? Mjög mikil einföldun. Já. Þá skrifa ég það hjá mér. Já. En bara siðfræði, siðferði. Já. Förum bara í daginn í dag. Hvað hefur verið að gerast hér í íslensku samfélagi núna bara síðustu misseri? Hvað að gera sem að gerir kannski fólk reitt? Það eru aðalega peningar. Hvað sumir fá miklar hækkanir á launum eða geta útvegað sér fengið peninga og þar fram eftir göttunum en aðrir sitja eftir. Hvernig þetta að tengja þetta, siðfræði og siðferði? Já. Þetta ekki siðferði, ákveðið siðferði sem það í gangi? Jú, þetta eins og þú nefnir að fólki þetta er bara einföldur. Fólki misbýður stundum. Já. Við erum öll borgarar í þessu landi og látum okkur varða hvernig hlutinni ganga. Hvort sem við erum sjálf að skipta okkur á stjórnmálum beint eða ekki. Flestir takum þátt í kosningum og jafnvel einhverjum umræðum og reyna að fylgjast með og vita hvað í gangi og svona. Þannig að þetta er svona, við erum borgarar.
og það þýðir að okkur ekki sama hvernig hlutinir ganga fyrir sig og við viljum geta svona lifað okkar eigin lífi áhyggjulaust, það að segja þannig að í trausti þess að þeir sem að hafa tekið að sig fyrir okkar hönd að vera í stjórnmálunum og svona stýra skútunni og sjá til þess að allt sé í lagi, að við viljum svona okkur að tilfengi svo að við getum treysti og við fáum allavega nægilegar upplýsingar til þess að vita að þetta traust ekki bara blint traust í eitt skipt fyrir öll, við getum líka fylgst með því og að við þurfum ekki við getum andað rólega. Stundum tekst þetta en mjög oft þá tekst þetta ekki nógu vel og borgararnir þeim finnst eins og þeir hafa kastað atkvæði sín á glæ eða stjórnmálin sé ekki traustsins verð og svoleiðis sko. Og þetta áhyggjuefni á Íslandi vegna þess að sko við hrunið 2008 þá hrundi traust á stjórnmálum á Íslandi og stjórnmálamönnum. Og það fór alveg niður í traust á Alþingi fór alveg niður í einhver 11% og stjórnmálamönnum niður í 7%. Það mjög, mjög slæmt. Virkilega slæmt. Og það var ekki eins og Íslendingar hættu að treysta fólki, sko, sama að 2012 þá var þetta, já það ekki lengra síðan en það, en þá treystu 85% lögreglunni. Þannig að fólk gat alveg treyst einhverjum sem þeim fannst treystandi, en stjórnmálin, fólk var bara búið að afskrifa þau. Og núna, samkvæmt nýjustu mælingum á Gallup, traust Íslendinga á stjórnmálunum 22%, sem langt fyrir neðan OECD meðaltalið sem 43%, en innan OECD þá menn alveg hreint í panik núna hvað eigum að gera af því þetta komið niður í 43%. Þeir með miklar aðgerðir í gangi til þess að finna út hvernig á að bregðast við þessu. Við hér í 22, nýkomin upp í 22%. Stílu. Þetta siðferðið? Já, þetta hefur með það að gera að fólk treystir ekki og það hefur með siðferðið að gera. Og þættir sem að því vísa í OECD að þar til dæmis hefur verið tekið saman fjöldinn allur af rannsóknum sem benda til þess að almenningur, ekki bara á Íslandi heldur annars staðar, til þess að geta treyst stjórnvöldum, að þá verður þeim að finnast að það séu heilindi sem að ráða ferðinni, það séu gagnsæi sem ræður ferðinni og sanngirni. Og þetta... Þetta svo auðvelt. Ég sagði með tungumál og siðferði, við lærum þetta bara sem krakkar. Við, þú veist, 8 ára börn kunna þetta. En alþingismenn ekkert endilega. Þeir eru aldrei verið 8 ára. Sigurður, bara allt öðru, tíminn að vera búinn. Óskaplega gaman að tala við þig. Þú ert strákur sunnan frá Laugavatni. Áhugamálið þín. Hefur eitthvað annað áhugamál heldur en að pæla í þessu? Siturðu allan daginn og pælir í heimspeki og siðfræði? Já, nei, sem betur veit. Getur alveg kúplað í burt úr þessu? Já, ég verð að kúpla mig burt. Auðvitað margt sem ég ger í mínu starfi sem heldur ekki að pæla í heimspeki og siðfræði, sko. En þegar að ég fæ tækifæri til þess í tengslum við kennslu og rannsóknir, sko, þá það mjög nærandi fyrir mig. En svo hef ég sem betur fyrr áhugamál sem að gefa mig mjög mikið fyrir utan þetta. Endur. Og það sko, frá því ég var krakki á Laugavatni, þegar var svo lítið íþróttahús, þá var eiginlega bara hægt að spila körfubolta og blakk. Þannig að ég spilaði körfubolta og var alltaf að keppa í körfubolta og svo bjó ég lengi í Bandaríkjunum og þar var maður alltaf í körfubolta. Þannig að núna spilaði ég körfubolta 2 svar í viku. Já, þegar ég hef tíma til allavega. Það svona bumbubolti? Það bumbubolti og ég nú orðinn með þeim elst í þessum hópi, sko, þannig að ég má hafa með allan við. En það gefur mér mikið. Svo hef ég alltaf gaman að tónlist og læriði á píanó sem krakki og var í kórum svolítið. Og núna ég í Karlkór Akureyrar Geysi, búinn að vera síðan 2004, þannig að hann voru 14 ár. Og það gefur mér alveg óskaplega mikið, sko. Og kallarnir leyfa mér að kenna sér raddirnar og svona því ég kann nótur. Og við vorum síðast núna nýlega með heilt kóramót Hæ Tröllu sem tókum móti kórum bæði Húnavatnssýslu og Vopnafirði og vorum með mikið sprell og veislu og þetta var alveg æðislegt. En spilar á píanóið? Já, ég spila svolítið á píanóið, sko. Ég svo sem ekki snillingur, en nót til þess að hafa gaman að því, sko. Og fólk lætur sig hafa það að syngja með þegar ég spila. Og svo náttúrulega fjölskyldan. Við getum ekki rokið þessu á þess að tala fjölskyldan. Hver konan þín? Hún heitir Guðfinna Hallgrímsdóttir og ég var svo heppinn að kynnast henni eftir ég kom hingað til Akureyrar og hún sem sagt hér borin og barnfædd og sem sagt faðir hennar Hallgrímur Skaftason
Æ, hinn eini Hinn sanni. eini sanni, já. Halli Skafta. Halli Skafta og faðir hans var aftur Skafti Hallgríms. Áskelsson hérna, Skafti í Slipnum. Já. Þannig, og mamma hennar Heba Ásgrímsdóttir, ljósmóðir, sem tekið á móti mörgum akureyringum og fleirum, þannig gegnum tíðina. Þannig að ég, sem sagt, já, giftist hérna inn í náttúrulega bara heilmikið í fjölskyldu sem mjög tengd hér í samfélaginu líka. Þannig að sem svona kannski aðkomumaður, þá hef ég nú aldrei orðið var við annað heldur en að hérna, samfélagi hér tekur manni opnum örmum. Gerði það reyndar áður en ég kynntist Guðfinnu, sko, því þá var ég kominn inn í háskólasamfélagið og mér fannst, já, það heyrti einhverja mýtur að það var erfitt að koma inn í samfélag á Akureyri, sko, og bjóst við því, en það bara gerist ekki. Ég held að allir séu afskaplega ánægðir með þennan háskóla og komu hans hingað. Já, ég held það. Ein spurning í lokin. Ef þú værir ekki hér, prófessor við Háskólann á Akureyri, í heimspeki og siðfræði, hvar værirðu þá? Já, það gæti svo margt. Ef ég hefði ekki lagt fyrir mig, meinarðu, ef ég ekki bara farið út í þessa heimspeki braut. Já, ætli ég væri ekki smiður. Það hlýtur að vera. Já, hvar? Laugarvatni? Já, Laugarvatni. Ætli ég væri ekki bara eftir maður Benna. Jæja, svona í lokin. Það svo margt sem ég hefði viljað fá að spjalla við þig en þetta væri indælt. Nú þarf ég að taka myndakappanum. Þú kemur bara ljómandi vel út. Ég ætla að hafa eina svona langsum líka. Eina langsum. Glæsilegt. Sigurður, takk kærlega fyrir. Takk sem þér.